Hvað er það sem þú þráir heitast? Nóbelsverðlaun í bókmenntum óskar fyrir bestu leikstjórn forseti lýðveldisins eigin eyja í Karabíska hafinu. Við eigum okkur flest allavega einn stóran draum og einu sinni var ég engin undantekning. Allt sem ég hefði nokkur tímann gert hafði leitt að þessu augnabliki. Öll tárin, allur svitinn. Augnablikinu sem ég myndi í fyrsta skipti labba inn í Verslunarskóla Íslands sem nemandi. Vestló mættur að bjarga deginum, við ryðjum öllum úr veginum, það vita allir að við þrónum á toppnum. Við höfum gríðarháa standarda. Og ekki nóg með það, ég stefndi hærra, ég ætlaði að vera formaður 12.00. Elskar ekki vera fúl bara fín. Þú ekki MR, MSKVN og MK og FH. Hætti þessu væli og syngi með þessu lagi. Vestló bestur og við vitum það öll. Jæja, hér er ég stödd, ekki í Versló, heldur er ég MH, ég er að klára annaður í MH. Það líður alltaf svo dagur að ég hugsa ekki, hvað ef ég hefði bara farið í Versló? Þannig, nú held ég bara að ég komið að því að ég finn út úr því, að komast að því. Það er mánudagur, klukkan er að verða 1 og ég er á leiðinni í Verslunarskóla Íslands. Vá, hvað þetta er mikil snilld. Það er enginn til að bögga mig, enginn til að skamma mig og ég má gera hvað sem ég vil því að ég er kominn í sumarfrí. Ég er að labba inn í Versló. Til að byrja með hefði plan mitt verið að mæla mig í mót við einhvern viðmælanda, einhvern svona ekta Verslósjómla, svona helvítis marmarakóng, áður en að ég mætti í sjálfan skólan. Ég þekki ekki marga svoleiðis en ég hefði lagst í að vinna að senda nokkrum vinum mínum skilaboð og spurja fólk á förnum vegi ábendingar. Ég fékk nokkrar tillögur Versló Kings en á endanum fannst mér samt eitthvað svo vandræðalegt að senda skilaboð á eitthvað svona gaur. Þannig ég ákvað að mæta bara á staðinn og finna út úr þessu. Líka, þegar allt kæmi til alls myndi það bara gefa mér besta mynd af því hvernig líf mitt í Verslunarskólanum hefði orðið. Því þangað hefði ég mitt farið 16 ára, ein og óstudd, ekki búin að mæla mig í mót við neitt sjómla. Í svona 5 mínútur og ég er að finna fyrir menningarsjokki. Já, mér leið svo sannarlega óþægilega þegar ég mætti öllum þessum mini-flóna hæbístöðum á rönghölum skólans og var ekki lengi átt að með því að það hef kannski verið röng taktík að mæta bara á svæðið. Þegar ég labbaði ganga Versló leið mér nefnilega ekkert eins og ég hafiði sigrað heiminn. Eins og þið vitið þarna Nökkva Fjallari, Agli Plöter, Gaurunum í Klöptu, Pétri Kýrinan og öllum hinum 12.00 etsetunum. Ó nei, þvert á móti. Ég hafði aldrei áður verið svona lítil í mér. Já, ég er satt komin inn á klósett í Versló af því að ég er of lítil í mér til að vera frá mig. All around me are familiar faces. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going Já, kæri hlustandi, ég hugsaði að ég slái bara botnin í þetta núna en það er ég nokkuð vissum að ég sé komið með svar við hugleiðingunni hvað ef ég hefði farið í Verslunarskóla Íslands. Ég hefði bara endað ein, lítil í mér, grátandi, á einhverju afstjæktu kúkaklósetti. Viva Vestló, hey, hey, hey. Viva
Vestló